Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 5. febrúar 2025 klukkan 16:36. Þetta 865. fundur bæjarstjórnar og vegna rauðrar veðurviðvörunar sem tók gildi klukkan 16 í dag þá ákvað forseti að höfðu samráði við bæjarstjóra að fundur bæjarstjórnar að þessu sinni verði með rafrænum hætti í samræmi við ákvæði þar að lútandi í samþykktum stjórn Mosfellsbæjar. Fundinn í dag sitja allir aðalbæjarfulltrúar og fyrir fundinum liggja alls 11 mál. Þar eru þá 7 fundargerðir til afgreiðslu og 4 fundargerðir til kynningar. Og fyrsta mál á dagskrá fundargerð 654. fundar bæjarráðs sem fram fór 23. janúar síðastliðinn. Þar voru 6 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Halla Karen, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti og góðu bæjarfulltrúar og aðrir. Mér langaði bara aðeins, ég kem hérna upp fyrir máli 1-2, leikvöllur með aðgengi fyrir alla. Þetta sé nýframkvæmt. Mér langaði bara aðeins að segja frá þessu spennandi verkefni að það sé verið að þetta snýst að við séum að fara að breyta leiksvæði sem á milli Klappahlíðar og Lækjahlíðar og gera það að leiksvæði fyrir öll börn. Það er að segja að bæði börn sem ófötluð sem og fötluð geti leikið sér þar saman og haft það gaman. Og það sem skemmtilegt við þetta eða gott við þetta að það gott aðgengi. Þannig að þeir sem þurfa að koma á bílum að þá þetta þarna nálægt leikskólanum Huldubergi og Lágafellslaug og Lágafellsskóla. Þannig að það verður bara virkilega spennandi að fá þennan leikvöll í gagnið og verður spennandi að fylgjast með þessu verkefni. Mér langaði eiginlega bara minna á þetta því mér finnst þetta til fyrirmyndar. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan dagskrárlið. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Ég var dálítið fljót á mér, það ekki þennan dagskrárlið, sko. Ég bara, já, afsakið. Og ég taka hana niður aftur. Já, takk, kannski gefa augnablik ef einhver þessu hljóðsum. Svo virðist ekki vera, þannig að þá gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Anna Sigríður. Takk fyrir það. Heyrðu, ég kem upp undir máli 1-3 og bara til þess að bara vekja athygli á sem sagt heimild sem bæjarráð var að gefa til þess að halda áfram endurbótum í Hlégarði. Við erum á kannski ekki hraðri siglingu en við erum á ákveðinni siglingu þar í endurbótum og það bara virkilega ánægjulegt hvernig hlutirnir ganga fyrir sig og það alltaf verið að bæta stig af stigi aðstöðuna þarna og núna á að fara að vinna enn betur í varðandi hljóðvist og loftgæði og svo kemur að því sumarið 2026 að þá verður þarf að taka húsið úr notkun á stórum hluta þess að þá verða að fara fram miklar þakviðgerðir. En eins og allir vita þá bara gríðarlega ánægja með þá starfsemi sem að hefur fengið inni í Hlégarði. Það alls kyns félagsstarfsemi og menningarstarfsemi sem þarna fer fram og ég held að við getum bara verið mjög glöð og sátt með þetta. Við séum að svona smá saman að fara í þær endurbætur sem að voru svo nauðsynlegar. Mér langaði bara aðeins að vekja athygli á þessu. Takk fyrir. Og fyrir það, bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Og
virðist ekki vera, en aðrir liðir þessara fundargerðar. Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég ætla aðeins að fá að tjá mig dagskrárliðið 1.4 og vekja athygli á þessari samantekt framkvæmdir sem fóru fram á árinu 2024. Þannig að byrja á að þakka starfsmönnum umhverfissviðs fyrir samantektina. Það er gott að sjá þetta svona samankomið á einum stað, allt sem hefur verið í gangi. Það er svo margt sem að við vitum ekki af eða sjáum kannski ekki dagstaglega, en þegar maður fær þetta svona samantekið þá sér maður að það er allt á fullu í að viðhalda og laga umhverfið hérna í bænum okkar. Og við erum með bæði stórverkefni þarna og lítil, og við þekkjum nú vel áskorunni sem við höfum fengið í fangið varðandi skólabyggingar og leikskólabyggingar, og þetta sýnir okkur hversu mikilvægt það er að við sinnum viðhaldi vel og skipulega allan ársins hring. Og svo er það líka litlu hlutirnir og sem eru svo skemmtilegir, frisbee-golfvöllurinn sem var vígður í síðasta sumar, búið að laga og leggja heilsársteiga. Verð nú að viðurkenna, ég er ekki sjálf búin að reyna sveifluna eða hvað maður nú kallar það í frisbeeinu, en ég veit að það er mikil ánægja með þetta og eins með endurgerða fótboltavelli og annað slíkt. Og ég vil aftur nota tækifærið sem ég hef gert, þannig að það er langt síðan, að því það er nú minnst á opnusvæðin og hversu vel er hýrt þau á sumrin og hversu flott þau eru, að hrósa fólkinu okkar sem sér þann hluta, bæði jólaskreytingarnar og svo blómin á sumrin. Þetta er alltaf flott hjá þeim. Þannig að bara vel gert og ég vonast til þess að fá bara svona yfirlit reglulega, svo maður fái svona góða mynd af öllu sem er í gangi. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo tel ég ekki vera, en aðra liði þessarar fundargerðar? Enginn kveður sér hljóðs aðra liði þessarar fundargerðar. Þá er komið að því að taka hana til afgreiðslu. Þá þarf ég að vera viss að sjá alla bæjarfulltrúa í mynd. Já, þá bið ég bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 654. fundar bæjarráðs sem gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Það tekur örlítið lengri tíma að telja hér heldur en í sal. Takk fyrir það. Og næst á dagskrá er það þá fundargerð 655. fundar bæjarráðs sem framfór 30. janúar síðastliðinn. Þar voru 6 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég ætla að fá að taka til máls undir máli 2.2, leikskólinn Hlaðhamrar, framtíðaráform og næstu skref. Mér langaði bara, mér finnst þetta svona alveg ástæða til þess að vekja athygli á þessu máli. Þetta er náttúrulega ein af okkar kjarnastofnunum sem að þarna er undir, og þetta er svo sem verkefni sem að okkar fólk, bæði eignasjóði og annar staðar í stjórnsýslunni er vant að taka á. Það er að segja þegar kemur skyndilega upp skemmdir á húsnæði sem þarf að fara að laga og bregðast við, og það er sannarlega verið að því og við höfum rætt það áður. En þarna er verið að tala framtíðaráform og hvað á að gera næst, og
mér finnst bara mikilvægt að svona hér á þessum vettvangi sé svona ítrekað að í öllum aðstæðum það felast tækifæri og að það sé mikilvægt að gera hlutina í réttri röð. Það eru þarna 2 skólar sem hafa verið reknir þarna á sömu torfunni í langan tíma og og það núna á sem sagt að fara að greina þörf til framtíðar fyrir áætlaðan fjölda leikskólaplássa sem náttúrulega algjör grunnur til þess að ákveða hvað við gerum næst. Við erum náttúrulega að fara að fá í notkun stóran leikskóla upp í Helgafellslandi í sumar og þá þarf að vinna svona þessa mótun þess hvernig hvað við gerum svo næst með tilliti líka til stækkunar sveitarfélagsins. Og ég vil bara nota þetta tækifæri og rauninni öll tækifæri til þess að nefna það að það er bara mikilvægt að við séum hagsýn. Við skoðum tækifæri til þess að reka stærri skóla en við höfum gert áður og við höfum reynslu af því líka. Við erum með marga skóla sem hafa verið fyrir svona 80 börn og það hefur svona svolítið verið stærðin. Svo erum við með auðvitað Höfðaberg sem er miklu stærri og það gengur ekki síður vel. Og þannig að ég held að við þurfum að skoða þetta með tilliti til rekstrarhagræðis en líka þess að við séum að reka hagkvæmar og góðar byggingar. Þannig að mér finnst bara ástæða til þess að nefna það að við tökum skynsamlegar ákvarðanir í framhaldinu af þessu þar sem að þessi staða er komin upp. Þannig ég er bara spennt að sjá hvað kemur út úr þessari vinnu. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera, en aðrir liðir fundargerðarinnar opnir fyrir umræðu. Og enginn við sér hljóðs aðra liði þessarar fundargerðar. Og þá tökum við hana til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 655. fundar bæjarráðs. Gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Þriðja mál á dagskrá er fundargerð 20. og 7. fundar velferðarnefndar. Sá fundur fór fram 21. janúar síðastliðinn. Þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð. Jú, bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Ekki hvað ég sé, mér tók svo langa tíma að ná þessu af hérna. Já, mér langar bara aðeins að benda á að í lykiltölum 2024 þar kemur náttúrulega fram eins og við höfum fengið upplýsingar á fyrra ári að það var svo mikil fjölgun í barnaverndarmálum, börn sem að sýna áhættuhegðun og börn, alls kyns mál sem að voru í gangi og svo sjáum við þetta bara svart á hvítu í raun og veru í þessum lykiltölum og eins og ég veit allir bæjarfulltrúar muna og að þá settum við auka fjármuni inn í svona hvað ég segi, svona forvarnarstarf gagnvart börnum og ungmennum og til þess að reyna að ná svona betur utan þessu mál og mér skilst að það sé nú að gerast sem sagt inn í barnaverndinni sem betur fer en það breytir því ekki að þetta er bara svo ótrúlega sláandi hvað ég segja, það er bara svo sláandi að horfa upp
upp á þessar tölur, sko, við erum ef ég nefni bara hérna eina tölu, sko, barn sem beitir ofbeldi, það eru sem sagt árinu 2024, það eru 80, það er 61 á árinu 2023. Barn sem stefnir eigin heilsu og þroska í hættu, talan er 52 í fyrra, hún var 16 2023. Þannig við sjáum að það er verk að vinna og það er svo nauðsynlegt að allt samfélagið í raun og veru taki þátt í þessu verkefni og já, mér langaði bara svona að minna og við að tilgangurinn með börnunum okkar er einmitt að leggja svona auka að auðvitað hefur verið öflugt starf innan barnaverndar og innan velferðarsviðsins hjá okkur, en bara samfélagið hefur bara þróast þannig að við verðum að gera meira og betur og ég hef alveg fulla trú á því að við munum ná betur utanum þetta, en það gerist ekki með við gerum það öll saman sem samfélag. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Rúna Bragi, gjörðu svo vel. Já, takk forseti bæjarfulltrúar. Ég ætla að taka undir það sem Anna Sigríður er að tala og varðandi lykiltölur. Mér finnst þetta mjög mikilvægar þessar tölur og hefur lengi talað fyrir þeim síðan að við fórum að sjá þetta svona og það er áhugavert að sjá líka að þrátt fyrir það að við séum að fara upp í flestum eða ekki öllum liðum í þessum lykiltölum, þá erum við líka að sjá sem að mér finnst athyglisvert að það er 32% minnkun á kostnaði varðandi barnavernd. Þannig að ég held reyndar líka að sko eftir því sem að bara sviðið lærir betur á þetta og er bara duglegri við að skrá þetta niður. Ég hugsa að það sé eitthvað til því líka en það er áhugavert að sjá að þrátt fyrir að við séum með hækkun á allflestum málunum þá er kostnaðurinn niður. Allavega í þessum liði varðandi barnaverndina. En svo sjáum við líka og þetta er auðvitað alltaf áhugavert að sjá þessar tölur hvar til dæmis ef við skoðum gistiskýli, það er greinilega fækkun þar en fjölgun á gistinóttum og síðan er fjárhagsaðstoð ennþá að hækka. Þannig að þetta er mjög mikilvægt að sjá þessi tölur. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég vil kannski aðeins minna bara á það að þessar tölur eru náttúrulega tilkynningar en ekki börn, en börnunum sjálfum hefur fjölgað töluvert. Það sem hefur gerst er að við erum með þyngri mál þegar kemur að börnum sem eru í áhættuhegðun og þar eru við bara því miður hefur staðan bara aldrei verið jafn slæm varðandi meðferðarúrræði. Það eru bara engin meðferðarúrræði í gangi, það er eitt heimili fyrir norðan og það hefur ekki tekist að opna fleiri heimili. Og ef við horfum bara á Blönduhlíðina þá snýst það brunavarnir. Það voru ekki til teikningar að húsinu þegar til kom og þurfti að byrja að endurteikna húsið. Það hafa verið alls konar svona vandamál sem að Barna- og fjölskyldustofa hefur staðið frammi fyrir auk þess að það bara vantar fjárveitingu fyrir fleiri heimilum og við við erum stöðugt að þrýsta á sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og munum halda því áfram en það er orðið gríðarlega brýnt og þetta er svona eins og ég hef kannski sagt opinberlega áður, þetta er eins og barnaverndin í sveitarfélagi er eins og heilsugæsla og hún þarf að koma sínu fólki áfram eins og heilsugæslan þarf að koma hjartasjúklingum og öðrum áfram innan Landspítalann en þá höfum við ekkert úr engu að spila sveitarfélagin og það er grafalvarleg staða. En hins vegar erum við auðvitað með þessari styrkingu, þá erum við að horfa meira á forvarnirnar en það breytir því ekki að við erum ekki búin að leysa málin með þau sem eru í erfiðustu stöðunni af því það er verkefni ríkisins og það hefur bara brugðist. Takk.
Takk fyrir bæjarstjóri, bæjarfulltrúi Halla Karen, gjörðu svo vel. Já, komið í sæl og bara forseti og aðrir. Ég ætla í raun og veru búið að svara þessu. Regína bæjarstjóri var í raun og veru að segja. Ég vildi bara árétta það og taka undir bæði hjá Rúnari Braga, bæjarfulltrúi Rúnari Braga og Önnu Sigríði að þú veist, það er mjög mikilvægt að fylgjast með þessum tölum en ég minni á það að maður ruglar stundum með það að þú veist, þetta er barnaverndin og þetta er sem sagt tilkynningarnar voru 768 en börnin voru 200, hvað var það, 290 og eitthvað, 94. Þannig að kannski hvert barn er með fleiri tilkynningar heldur en ein. Þannig að maður þarf stundum að hafa það í huga en vissulega þurfum við að taka þessu alvarlega og við erum að gera það eins og er búið að vera að koma hérna fram. Þannig ég vildi bara minna á það. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Enginn kveður sér hljóðs aðra liði þessara fundargerðar, þannig að við tökum hana til afgreiðslu. Ég bið þá bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 27. fundar velferðarnefndar að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Ekki hjálpar það þegar fundarmenn færast til á skjánum er ekki alltaf á sama stað þegar maður er að telja. Og fjórða dagskrármál er þá fundargerð 20. og 5. fundar menningar- og lýðræðisnefndar og sá fundur fór fram 21. janúar síðastliðinn. Þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðs bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Já, mér langar bara aðeins að forseti, að nefna aðeins að villast á skjánum hjá mér, málnum 4.5, menning í mars, mars verður komin áður við vitum af og aftur verður haldin hátíð menning í mars í Mosfellsbæ og menning í mars er svona grasrótarsprottin starfsemi. Þetta er ekki þannig að bæjarfélagið sé að setja á dagskrá fjölda viðburða, heldur eru það bara einstaklingar og félagasamtök í bænum sem að geta tilkynnt inn viðburði og ég vildi bara vekja athygli á þessu að það er komin, ég held að sé nokkur rétt að mér sé komin auglýsing menningu í mars á vefsíðu bæjarins og hægt að skrá sig inn sem viðburðarhaldara í þessum skemmtilega mánuði. Vildi bara aðeins minna á þetta. Takk. Takk fyrir það bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Og tel ég ekki vera, en aðra liði þessara fundargerðar og virðist ekki vera og við tökum þá fundargerðina til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 25. fundar menningar- og lýðræðisnefndar að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Og þá er það 5. mál á dagskrá sem er fundargerð 257. fundar umhverfisnefndar. Sá fundur fór fram 28. janúar síðastliðinn og þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn
kveður sér hljóðs þá fundargerð og við tökum hana þá til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 257. fundar umhverfisnefndar að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Og 7. mál á dagskrá 70. og 5. fundur ungmennaráðs. Sá fundur fór fram 30. janúar síðastliðinn. Fundargerðin, þar voru 5 mál á dagskrá, fundargerðin opin fyrir umræðu, bæjarstjóri, við orðið gjörðu svo vel bæjarstjóri. Já, forseti, ágæti bæjarfulltrúar, mig langaði bara að vekja athygli á máli nr. 6.1, kynningu á Blikastaðalandi í ungmennaráði og eins og þið sjáið í bókuninni að þá þakkaði ungmennaráði fyrir frábæra og áhugaverða kynningu og ungmennaráðsfólk vill gjarnan fá að fylgjast með áframhaldandi vinnu og vera með til skrafs og ráðagerða þegar þörf en það skemmst frá því að segja að fólkinu, okkar unga fólkinu leist alveg gríðarlega vel á þessar fyrirhuguðu uppbyggingu og fannst þetta mjög svona skemmtilegt. Ég vildi bara koma þessu á framfæri. Takk. Takk fyrir það, bæjarstjóri. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en aðra dagskrárliði þessarar fundargerðar. Og tel ég ekki vera og tökum þá fundargerðin til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 75. fundar ungmennaráðs að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Og þá erum við komin að 7. máli á dagskrá þessa fundar. Það 624. fundur skipulagsnefndar. Sá fundur fór fram 31. janúar. Þar voru 8 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð. Tökum hana til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 624. fundar skipulagsnefndar að gefa merki. Samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Og þá höfum við lokið afgreiðslu þeirra fundargerða sem þess krefjast. Og þá komum við fundargerðin til kynningar og þar þá 8. mál á dagskrá fundarins fundargerð 510. fundarstjórnar Sorpu og sá fundur fór fram 15. janúar síðastliðinn og þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Fyrir forseti, það fá heimild til þess að fjalla fundargerðina bara í heild sinni. Og kem hérna bara að vanda til þess að fylgja þessu svona aðeins eftir. Vorum svona eiginleg 3 mál á dagskrá á þessum fundi. Fyrstu 2 málin aðgerðaráætlun vegna lokun Dalvegar og endurfjármögnunar láni held ég hafi nú þegar fjallað í bæjarstjórn og alltaf svo sem ekki að fara að endurtaka það. Ég ætla aðalega kannski bara að vekja athygli bæjarfulltrúa á Gallup-könnun sem gerð árlega meðal landsmanna neysluvenjur og það svona verið að kanna hug íbúa á höfuðborgarsvæðinu til flokkunar úrgangs og þjónustu Sorpu, ímyndar og annað og fullt af upplýsingum þarna sem að fylgja þarna í fylgigagni og svona það sem auðvitað bara athyglisvert þessi aukna flokkun sem hefur verið innleidd á síðustu misserum og höfuðborgarbúar hafa farið frá því að flokka til dæmis matarleifar 2022 þá var það 19% íbúa sem gerðu það og við erum komin upp í 73%
sem náttúrulega bara alveg frábær árangur og á stóru svæði, mikið af fólki og þetta risastórt verkefni sem hefur gengið mjög vel. Og svo á sama tíma virðist ánægja með þjónustusorpu vera að aukast. Þannig að ég held að þetta kemur svona bara almennt mjög vel út svona til þess að gefa okkur svona vísbendingar það hvernig þetta byggðasamlag er að veita þjónustu fyrir okkar hönd. Og það var nú svona kannski bara þetta sem ég ætlaði að nefna og auðvitað alltaf reiðubúin til að svara spurningum efni þessara fundagerða. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þessa fundagerð? Svo tel ég ekki vera og fundagerðin lögð fram. 9. mál á dagskrá fundagerð 133. fundar svæðisskipulagsnefndar. Sá fundur fór fram 17. janúar síðastliðinn og þar voru 5 mál á dagskrá og fundagerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundagerð og fundagerðin lögð fram. 10. mál á dagskrá fundagerð 595. fundar Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og sá fundur fór fram 20. janúar síðastliðinn. Þar voru 5 mál á dagskrá. Fundagerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Bæjarfulltrúar, ég kem upp undir þessari fundagerð frá SSH undir málefni skíðasvæða, skýrsla sem var lögð fram uppbyggingu á skíðasvæðum höfuðborgarsvæðisins. Ástæðan fyrir því að ég nefni þetta að þessi skýrsla kom út og var kynnt í lok síðasta árs. Þar sem að kemur fram margt og merkilegt þessi uppbyggingu fyrir uppbyggingu skíðasvæðanna, en eins og við munum að það var gerður samningur uppbyggingu skíðasvæðanna árið 2018 og það fól meðal annars í sér að það ætti að byggja upp stólalyftu og annað sem þarf eins og skíðagirðingar og annað slíkt upp í Skálafelli, en það ekkert komið í gang eins og við vitum. Ástæðan fyrir þessum töfum sem eru líka í Bláfjöllum var auðvitað fyrst kom faraldur og síðan var þurft að endurreikna allan kostnað vegna hækkara aðfanga og svo gert samkomulag það yrði hætt við eða frestað framkvæmdum í Skálafelli og keyrt þess í stað hraðar og meira á uppganginn og framkvæmdir í Bláfjöllum sem var og gert, sem mjög jákvætt. En ástæðan fyrir ég vek athygli á þessu svo að ég sá viðtal við fulltrúa SSH, framkvæmdastjóra SSH í sjónvarpinu núna fyrir nokkrum dögum síðan, þar sem var verið að spyrja hann út í uppbyggingum Skálafelli og það var mjög óljóst hverju hann gat og var að svara þar vegna þess að það var eins og á honum að skilja að það væri bara algjör óvissa hvort það yrði farið í uppbyggingu á Skálafelli og ég fór nú aðeins með dúfana og kynnti við málið bæði í SSH og síðan svona hjá kollegum okkar í kraganum sem að standa þessum samningi. Við skulum átta okkur á því það samningur í gangi og það eins og frá degi 1 þetta samkomulag gert mjög skiptar skoðanir uppbyggingu í Skálafelli og það eiginlega enginn að berjast fyrir því nema við Mosfellingar og sérstaklega ekki núna eftir að verðmiðinn hækkaði mikið á uppbyggingu í Skálafelli eins og hann búinn að gera í Bláfjöllum. Þannig að ég hef miklar áhyggjur af því hvernig þetta mál muni þróast í Skálafelli og það þannig að bæði út af eins og við þekkjum veðri og eins líka bara ásókn í Bláfjöll að þau anna engan veginn til eftirspurn sem að þangað Þannig að ég tel mjög mikilvægt ef við ætlum að halda út í skíðasvæðunum þau verði bæði opin og við ræddum það hér í bæjarráði í haust aðeins þarna samning og hvernig þetta stæði og þá ræddum við fulltrúar D-lista þar hvort að við ættum hreinlega að bara skoða að segja okkur frá þessum samningi vegna þess að það algjör forsendubrestur á þessum samningi gagnvart okkur ef að það á ekki að byggja upp í Skálafelli. Við börðumst fyrir því
þegar samningur var gerður 2018 og þurftum að hafa mikið fyrir því. Þannig að við erum með okkar fulltrúa í nefndinni og við höfum svo sem ekki séð bókanir ef ég man rétt frá honum í þessu. En ég vildi bara vekja athygli á þessu máli og við þurfum nú sem aldrei fyrr að vera mjög vakandi fyrir þessu vegna þess að það verið að vinna núna svona endurskoðun á sviðsmyndum upp í Skálafelli, hvað sé hægt að gera, hvort það sé hægt að minnka verðmiðan á þessu, mögulega lengja í þessu og svo framvegis, en mér skilst að verðmiðin á þessu sé komin upp í 4 milljarða sem náttúrulega mjög há upphæð, gerum okkur grein fyrir því, en við þurfum að passa það að þetta verði ekki slegið út af borðinu, við erum hluti af þessu samningi og samningurinn í gildi og það komin algjör forsendubrestur í samningin að mínu mati ef að Skálafell verður algjörlega slegið af. Eftir því sem að mér skilst að þá meiningin að þessi sviðsmyndaskýrsla hún verði kynnt núna bara fljótlega í mars og ég vil bara hvetja okkar ágæta fulltrúa í nefndinni að fylgjast mjög vel með og halda okkur upplýstum vegna þess að við fáum oft fundagerðirna töluvert seinna heldur en fundirnir eru þarna. Þannig að við séum algjörlega á tánum ef það verið að taka einhverjar ákvarðanir og það verið að skoða þetta eitthvað. Þannig að okkar rödd heyrist hátt og snjallt vegna þess að við þurfum ekki að gefa Skálafelli eftir. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Sævar, það heyrist ekkert í þér. Mjútaður, Sævar. Eigum við að stöðva upptöku aðeins svo að meðan við fáum hljóð frá bæjarfulltrúanum.